Góðan daginn. Efni dagsins drottningabragð og það sem ég ætla að skoða hérna sjaldgæfur leikur, G5, en það svona hættulegt og skemmtilegt. Og ef hvítur hefði leikið hérna G3 þá var þetta náttúrulega bara Katalan, en við ætlum að skoða biskup G5. Biskup Einarsjö, og ef svartur skákar á B4 og vill fara í Ragósins stöðu, þá hefur við kostað að leika rittari B-D2 hérna. Sem sagt rittarinn væri á C3 í Ragósin og þetta er ekki alveg kannski það sem svartur vill. Nú, ef svartur leikur H6 þá er þetta bara svona staða í slafanum. Ef maður er að tefla þetta á hvít þá getur við ágætt að skoða dálítið hvort að sá sem með svart tefli slafan eitthvað. Og þá er hann alla mjög ákafur í að fara í einhverja stöðu sem hann þekkir ekki í slafanum. Nú, biskup G5. Biskup Einarsjö er svona mjög líklegt svar. E3. Við bíðum með að kommitta rittarann á B-num. Stuttrókun. H6 er annar leikur. Biskup yfir F6. Biskup yfir F6. Drottning C2. C5, C3 D5, C3 D4, biskup B5 upprópunarmerki, kongur E7, E3 D5, E3 D5, hrókering, biskup Einar 6, hrókur Einar 1, drottning D6, rittari C3 og hvítur með betri stöðu. Við sjáum að kongurinn er frekar slæmur hjá svörtum. Nú, biskup D7, það er D3 E6 upprópunarmerki. Biskup B5 er ekki góður leikur, dreipið F7. Við náum alltaf biskunum hérna með skák tilbaka. Og ef kongur F8 var það sama. En hann á kongur D7 líka. Það kemur drottning F5 skák. Kongur C6, A4, biskup A6, B4 og þetta er nánast töpustaða af svartan. En við ætlum ekki að dvelja mikið við þetta. Já, við skulum baka. Hrókering, þetta mun sem sagt transpósa mjög líklega. Drottning C2 og núna H6. Biskup yfir F6. Biskup yfir F6. Og hér stingið upp á áhugaverðan leik H4. Þetta er svona í svona nútíma skák. Þá er þessar H4 G4 leikir svona snemma tafls eru aukast vinsældir þess. Og þegar svartur er búinn að leika H6 þá er sem sagt ef við myndum ná að leika piðin á G5 þá er það miklu betri en að piðir á H7. Þegar þá verður hann annað gott að svara því með að opna H-línu eða maður dreipur á H6 næst. Já, við bíðum aðeins með að skuldbinda okkur með sem sagt rittarinn á B-num. Við fyrir með hann á C3 ef svartur leikur C6. Við skulum byrja að skoða C6. Þá kemur rittari C3. Rittari
mikið hægt að muna það, C6, rittari C3, rittari D7 hérna, en segjum C5, það virkar mjög ólógist að leika C6 og svo C5. Og hverju viljum við leika þá? Jú, G4, upprópunarmerki. C-tröpu D4, E-tröpu D4, rittari C6, löngkrókun. Nú D-tröpu C4 ekki góður leikur, G5, H-tröpu G5, H-tröpu G5, biskup-tröpu G5, biskup H6, biskup-tröpu C4, drottning F6, rittari 1-5, rittari drepur 1-5, rittari 1-4, drottning F5, D-drepur E5, drottning drepur F5, F4 góðleikur, drottning drepur F4, hrókur D-F1 og hvítur með mikla sókn. Svartur í miklu vandræðum hérna. Það rittari F6 skák, getur verið hótun næst, drottning G2 og svo framvegis. Þannig að þetta getur verið svona mjög hvasst og getur komið hratt á svartan eða hann ekki alveg með þetta á hreinu sko. Já, G6 annar leikur sem svona eðlilegt að vilja fá reit á G7, G5 og þetta verður svona sóknast að það kom mjög svipaða stöður úr línu sem ég að fara yfir eftir. Býða þess með þetta. Já, það var það hinn C-leikurinn, C5. Því ég svara með G4 upprópunarmerki. Hérna eru nokkrir svaraleikir hjá svörtum. Við skulum byrja á C-tröpu D4, þá kemur G5 upprópunarmerki, drottning A5 skák, rittari D2. Ég leika þessu svona frekar hægt bara, svo fólk sjá hvernig það teflist. Og hrókur G1, hrókur A8, löngkrókun. Það sé að kóngurinn hjá svörtum í smá vesinni sko. Rittari B3, C-tröpur, hrókur-tröpur, hrókur G8, drottning C3 skák, F6, hrókur-tröpur, hrók og biskup C4 með sterkri só. Já, ég ekki með þetta lengra en svartur í miklu vandræðum. Hvíti geti verið að leika drottning C2 næst og komið með drottningun inn á hann. Já, G6 hérna, G5, H-tröpur, H-tröpur, biskup G7, rittari C3, C-tröpur D4, E-tröpur D4, rittari C6, löngkrókun, drottning A5. Þetta gæti verið einhver leið fyrir svartan. Og þessi staði nú kannski ekki alveg ljós, ég veit ekki, biskup D3 eða A3 kemur til greina, kongur B1, margir leikir. Nú ef hann leikur E5 hérna, þá kemur rittari drepur E5, DX C4, drottning 1-4, áhugaverður leikur, rittari C6, drottning H4, hrókur 1-8, löngkrókun og hvítur henni mikill só, í rauninni bara með allt sem hann vill. F4 að koma á drottning H7, biskup C4 og svo framvegis. Þannig að þetta getur verið ansi fljótt að koma og verið hættulegt sko. Já, við skulum baka. G6 annar leikur hér, rittari C3,
C6, G4, löngkrókun kemur líka til greina, tefnilega svona. En þetta svona andað þess sem við erum að skoða, E5 og biskupdrepur G4, C-drepur H5, biskupdrepur H5, biskup 1-2, biskupdrepur 1-2, löngkrókun og hvítur með hættulega stöðu. Það er svona opna línur og þetta er svona einföld plöni á hvítum. Bara hrókudrepur D5 og F4 og svo framvegis. D4 annar leikur hér. Það kemur H-drepur G6, G-drepur F7, B-drepur C3. Við erum með 2 fyrir kall og hættulega só. Og hótum við þetta dronning H7 skák og dronning G7 skák og drepur G4. Og það er ekki svo auðvelt að finna lausn fyrir svartan hér, ég finn það ekki. Þetta er svona bara að sýna dæmi hvernig það getur telst, sko. Þetta er nú við, G4, E5, já. Skulum baka. Já, G6, hérna, C6, G4, E5. Já, þetta skoðum við aðan. Þannig að já, C5 er annar leikur hérna. Hérna væri G4 sennilega ekki góður. Þetta C-drepur D4, E-drepur D4, þetta er C6, löngkrókun, biskup G7, G5, H5. Og þetta er svona góð útgáfa fyrir svartan. Því er best að drepa á C5 í þessum variant. Þannig að þetta er svona alltaf smá fínusur í leikjaröðunum. D-drepur C4, H5, G5, biskupdrepur C4, dronning A5, hrókur C, dronning drepur C5, riddari E4, dronning A5, kongur E2. Nú er hún í F6 náttúrulega. Nú er biskup G7, þá drepum við með F-rittarnum á G5 og H6. Myndi tefla svona. G4 upprápunummerki og þetta er bara töpustaða á svartan. Þannig að opna G-línuna með GX F5 og þetta spjótur á svartum. Og hann má aldrei drepa á E4 út af dronning drepur E4. Skulum baka. Biskup 1-7 er annar leikur, þá leikum við bara A3, riddari D7 og B4. Og við erum með sóknarstöðu. Við teflum þetta svolítið öðruvísi núna. Nú leikum við bara hrókur H-D1 næst, sýnist mér, og G4 getur komið til greina. Og við erum með gott rými og opna línur. Riddari D7, riddari drepur F6, dronning C3 og þetta er svona aðeins þægilega endatafl á hvítan. Nú riddari D7 er annar leikur hér, staðar með dronning og C5, stuttrókun, biskupdrepur, dronning drepur. Riddari 1-5 góðleikur. Það er svona hefta biskupin og C8. B6. Hrókur D1. Mamma dreif leika F4 á móti Wesley So, en hrókur D1 er líklega betri leikur. F4 er samt alveg áhugavert. Hrókur D1, biskup B7, hrókur A3. Svartur á svolítið erfitt vik hérna, það er alltaf B4 að koma. A5. B6 veikt eftir hrókur D6 og hvítur stendur betur. Og H4.
Líklega er sterkasti leikurinn hjá svörtum að leika riddari C6 en það hefur ekki telst. Það er sem sagt væri nýjung, segir Alexander Ipatov sem er mikill sérfræðingur í þessu atriði. Hann teflir þetta stundum með hvítu og riddari D2 er áhugavert. E5 C-derbi D5, drottning derbi D5, biskup C4, drottning A5, D5. Nú riddari B4 er hérna einhver lína. Og riddari H2, skemmtilegu leikur. Það gæti telt svona, H5. Drottning F3. Ég fer bara að róla yfir þetta. Já, og þetta er svona dálítið skrítin staða, ég verður ekki að hvítur er líklega að leika hróku D1 næst og þetta er svona kannski ekki alveg ljóst en hættuleg staða. Hróku D1, riddari E4 eitthvað svoleiðis. Ég tek því fram að riddari C6 er nýjung sem sagt í þessari stöðu. Riddari D2, E5, C-derbi, drottning derbi, biskup C4, drottning A5, D5, og riddari E7, líklega nokkuð solid, löng hrókun, B5, biskup Bjarni 3, biskup F5, riddari 1-4, drottning B6, hrókur G1, H5, stöðva G4, riddari derbi F6, drottning derbi F6, drottning C3, riddari Gunnar 6, drottning C6 og þar með endar þessi riddari C6 lína. Þessi staða er líklega bara jöfn. En það er ég til þetta sé skemmtileg lína ef menn vilja eitthvað svona aðeins breyta út af prófa eitthvað nýtt. Við sjáum að þetta getur alveg mjög skemmtilega stöður. Hérna er ég að fara yfir eina línu frekar hratt. Þetta var eitthvað skák sem teltist Ipatov með hvít. Já, svartu gaf sem sagt hrókur G8 á riddari D5 leiðinni. Já, við viljum sem sagt fá þessa stöðu upp og leikum H4 og svo stefnan leika G4 og ef svartur leikur C6 þá leikur riddari C3, mikið eftir munna það og það er bara að gera þess að